Nú er komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl, við höldum áfram yfirferð bókarinnar Blóðsáttmálinn. Notkun blóðsáttmála í Gamla testamentinu. Nú skulum við kynna okkur þá gerð blóðsáttmála sem líklegt er að Hebrear hafi notað. Heimildir þetta höfum við í 1. Mósebók 15. kafla. Við höfum þegar sagt frá því að hebreska orðið yfir sáttmála, berít, þýðir að skera svo blæði. Við höfum einnig staðhæft að jafnvel óbiblíulegir blóðsáttmála sem tíðkast eða hafa tíðkast meðal flestra þjóða séu meira bindandi en nokkur sameining manna á meðal sem við þekkjum utan kristindómsins. Slíkan sáttmála er ekki hægt að nema úr gildi. Þeir sem gera slíkan sáttmála verða að lofa lífi sínu, hollustu og vernd sinni alla daga þar til dauðinn aðskilur þá. Gamla testamenti gefur okkur vísbendingu að hjónabandið sé einnig blóðsáttmáli. Sjáum það í Malaki 2. kafla og Orðskviðunum 2. Eigum við ef til vill vissar gamlar tákgrænar athafnir frá þessum tíma þegar vígslan jafngilti blóðsáttmála, til dæmis þegar brúður og brúðgumi skera brúðkaupstertuna í sameiningu og mata hvort annað með þeirri tákgrænu merkingu: ég kem inn í þig og þú í mig, við tvö verðum eitt. Og þessi tákgræna sameiningarathöfn verður að raunverulegum blóðsáttmála þegar brúður og brúðgumi sameinast í athöfninni sem fær meyjarhaftið til að blæða, og við sjáum meira það í Gamla testamentinu. Sérstakur siður. Hebrearnir höfðu sérstakan sið í sambandi við blóðsáttmála sem eiga margt sameiginlegt með siðum annarra þjóða. Þegar 2 hebreaskir karlmenn sameinuðust í slíkum sáttmála fór það fram eftir sérstökum siðareglum í 9 liðum. Í fyrsta lagi, fyrst skiptust menn á skikkjum. Skikkjan táknaði viðkomandi mann. Með þessu sögðu menn: ég gef líf mitt og eigur þér til handa. Því næst skiptust menn á beltum. Á þeim tíma var beltið ekki til að halda upp í buxunum, heldur til að halda vopnunum á sínum stað, hnífnum, boganum, örvum og sverðinu. Á tákgrænan hátt gáfu menn hvor öðrum það sem sýndi styrk og getu þeirra til að vernda hvorn annan. Þetta þýddi það sama og að segja: sá sem ræðst á þig, ræðst á mig, ég berst með þér, ég mun hjálpa þér og vernda þig af öllum mætti mínum. Í næsta atriði, 3. atriði, er blóði úttelt. Dýr er hlutað í 2 jafnstóra hluta eftir hryggnum endilöngum. Hrygghlutar skrokksins eru látnir snúa hvor að öðrum, en á milli þeirra er haft rúm fyrir þá sem gera sáttmálann. Þeir snúa bökum saman á milli þessara 2 helminga dýrsins, síðan ganga þeir á milli kjötstykkjana, hvor kringum sinn hluta fórnardýrsins, þannig að gönguleiðin myndi eilíðar táknið 8, sem er eins og 8 á hliðinni, táknar eilífð, og mætast síðan í miðjunni augliti til auglitis. Með þessu atriði gefa menn tvennt til kynna að þeir hafi dáið frá sjálfum sér og afsalað sér réttinum til sjálfsín, ennfremur hafið nýja sameiginlega lífsgöngu sem varir þar til dauðinn skilur þá að. Það hefði verið betra að taka þetta í sjónvarpi til að sýna þetta tákn, en þegar þeir ganga þannig á milli stykkjana þá mynda þeir 8 og 8 á hliðinni, táknar eilífð. Svo er það í 4. lagi, hinn þáttur þessa atriðis er að báðir benda á blóðugt dýrið sem hefur verið hluta tvennt og segja: þetta má Guð gera við mig ef ég ríf einhver tíma þennan sáttmála, hluta mig í sundur og láta hræfuglana éta mig ef ég ríf þennan heilaga sáttmála. Eitthvað í líkingu þetta er enn til hjá leynifjölugum í dag. Því næst, 5. atriði, lyfta þeir upp hægri hendi, skera lítinn skurð í lófan, miðjan og takast í hendur. Á meðan blóðið blandast sverja þeir hvor öðrum trúnað. Á því augnabliki sem blóðið blandast verða líf þeirra að einu lífi. Gamla sjálfstæða lífið er dáið og þeir lifa ekki lengur fyrir sjálfan sig.
Og svo það 7. atriði, leið og blóðið blandast í höndum þeirra, skiptast þeir einnig á nöfnum eða bæta hluta af nafni blóðbróðursins við sitt nafn. Svo það 7. atriðið, það séð til þess að sárið sem skorið grói þannig að eftir verði til minningar sáttmálan. Oft þetta gert með því að nudda öskuð einhvers konar litarefni í sárið. Þetta merki á að vera stöðug áminning ábyrgð og skyldur sáttmálans. En það líka auglýsing til umhverfisins að viðkomandi sé ekki einsamall, heldur eigi hann félaga sem hafi skuldbundið sig til að standa við hlið hans, jafnvel þó það kosti hann lífið. Sá sem vill skaða mann sem sáttmálamerktur verður að reikna með átökum við annan sem getur verið sterkari. Merkið á hendinni, handleggnum eða brjóstinu innsigli sem gefur hugrekki og traust. Allt mitt þitt og þitt mitt. Nú komið að því að gera grein fyrir skilyrðum blóðsáttmálans í votta viðurvist. Menn segja eitthvað í þessum dúr hvor við annan upp frá þessum degi tilheyra allar eigur mínar þér einnig, þetta á við peningana mína og aðrar eignir. Ef þú þarnast einhvers sem ég á, þarftu ekki einu sinni að biðja það. Ef ég dey, þá ætliðir þú börnin mín og þú ert ábyrgur fyrir fjölskyldu minni. Upp frá þessum degi þú einnig ábyrgur fyrir skuldu mínum. Ef ég lendi í fjárhagskröggum, þarf ég ekki einu sinni að biðja þig að hjálpa mér, heldur kem ég með skuldabréfin til þín og þú gerir skuldina upp. Í viðurvist þessara votta höfum við gert með okkur sáttmála sem felur í sér að allt mitt þitt og þitt mitt, hvort heldur það eru eignir eða skuldir. Og svo sjáum við 8. atriði, gerð sáttmálans, að þessu loknu neita menn máltíðar, sáttmála máltíðar. Hvað menn borða fyrir eftir á hvaða menningastígi þeir eru, en oftast það brauð og vín sem hefur táknræna merkingu líkt og máltíð drottins hefur hjá okkur sem kristin. Brauðið brotið í 2 hluta og þeir bera það að munni hvors annars og segja, þetta táknar líkama minn og ég nú hluti af þér. Þeir bera fram vín stundum blandað eigin blóðdrópum og segja, þessi drykkur táknar blóð lífs míns og nú einnig þitt blóð. Nú ég í þér og þú í mér, við nú sem eitt líkami. Og svo 9. og síðasta atriði sáttmálagjörðarinnar, eftir máltíðina reist upp einhvers konar minnismerki, hægt að hlaða vörðu eða gróðursetja tré, oft blóði stökkt á steinana eða tréð. Þetta minnismerki ásamt merkin á hendinni eða handleggnum á alltaf að vera vitnisburður sáttmálan sem var gerður. Nú fyrst töldust menn vinir. Með þessu líkur sáttmála athöfninni, upp frá þessum degi þessir sem hafa gert með sér blóðsáttmála þekktir sem vinir. Á tímum biblíunar notuðu menn ekki orðið vinir jafn almennt og það gert nú á dögum. Menn nefndust einungis vinir ef þeir höfðu gert sáttmála innsiglaðan í blóði. Fjölskyldan einnig vináttunni eins og áður hefur komið fram, bæði fædd börn og ófædd. Þau heyra til sama sáttmála vegna þess að þau koma frá líkumum samningsaðilanna. Sumstaðir geta börnin þegar þau orðin sjálfráða og þegar þau hafa öðlast þekking á sáttmálanum valið það hvort þau vilja vera áfram í sáttmálanum eða afsala sér honum. Í Gamla testamentunum kemur orðið sáttmáli oft fyrir. Oftast vísar það til blóðsáttmála. Oft ekki jafn nákvæm lýsing á honum og hér hefur verið gefin, því á þeim tíma þekktu menn svo vel til þessara hluta og því ónauðsynlegt að lýsa sáttmála athöfninni í smáatriðum. Það gagnlegt fyrir okkur að þekkja til þessara æva gömlu siða einmitt vegna þess að það blóðsáttmáli sem rauði þráðurinn í bókum Biblíunnar frá 1. Mósebók til opinberunar bókarinnar. Næst munum við í yfirferð þessara bókar og þessa efnis rauða þráðinn skoða 2 mikilvægustu sáttmálana sérstaklega, en þeir raunverulegar eftirmyndir af mikilvægasta blóðsáttmálanum, nýja sáttmálanum í blóði Jesú Krists. Við heyrumst svo í næstu viku og Guð blessi ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifuð af Sten Nílsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.